Búðardalurinn. Annars hafa framkvæmdir við samgöngur sett mesta svip á þetta ár sem að líða. Hafnarframkvæmdum í Þorlákshöfn miðaði vel á árinu og verkið meira en hálfnað. Nýja höfnin mun væntanlega kosta 1 milljarð króna og stefnt að því að framkvæmdum ljúki næsta haust. Segja má að gerð hringvegur landið hafi ekki endanlega verið lokið fyrr en í sumar þegar djúpvegur var tekinn í notkun. Síðasti farartálminn á veginum í Ísafjarðardjúpi var Fjarðará í botni Hestfjarðar sem brúið var í sumar og var þá hringvegur Vestfirði fullgerður. Annað stórt skref var stigið í samgöngumálum á árinu hafnar voru framkvæmdir við brúargerð yfir Borgarfjörð. Þetta stingur nú í stúf við gamla heiskapalagi sem enn víða viðhaft við fret dráttarklára. Meðal þeirra sem hafa notið sín á þessu ári eru Bessi Bjarnason, leikari á sveitaböllunum og Skúli Óskarsson, liftingamaður í íþróttunum. Hann vann nýlega brons á heimsmeistaramóti í kraftlyftingum og hefur innleitt alveg nýja stíl. Alveg þangað til að resturinn setta hann í sultu unnuna að því. Nú, og akkur setta hann í sultutunum? Að því hún auðgaldar sama lagið. Ægir. Nei! Já. Og svo kemur það. Halda í! Já! Konurnar innleiddu líka nýja stíl í þjóðmælinu haust. Þáttaka í kvennafríinu var meiri en flestir höfðu búist við. Víða var verslunum lokað, fyrirtækjum og stofnunum þennan dag. Í júní á stóru loftleiðaráðstefnunni skeiði undrið. Konur úr öllum stéttum og öllum stjórnmálaflokkum þjöppuðu sér saman. Þeir ráðast á lægst launuðu stétt landsins. Já, þeir hafa þá ráðist á okkur. Já, Guðmundur Jaki og hans menn héldu upp í dampi í vinnudeilunum í vor og kaupið hækkaði eftir verkföllunum 16% og í kjölfarið sigldi þetta sama gamla. Bankasjóður Seðlabankans hefur nú að höfðu samráði við bankaráð lagt til við ríkisstjórnina. Já, 20% gengisfelling og hringekja verðbólgunar í fullum gangi á þessu ári. Gengi íslensku krónunar ákveðið sem næstu 20% lægra. Sá atburður ársins 1975 sem tvímælalaust verður lengst í minnum hafður og bera mun hæst þegar litið tilbaka útfærsla íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 sjómílur. Og nú verða ásiglingar herskipan á íslensku varðskipin æ harkalegri. Eftir að hætta við stækkun Laxárvirkjunar vegna mótmæla og frægra sprengingar stíflu í miðju Kvísl og Norðlendingar lögðust gegn lagningu línu við hálendið hundi að sunnan, þá myndaði samstaða gufuvirkjun hér í Kröflu. 60 megawatta virkjun enda 360 megawatt að finna. Já, það heilmikið að vera þarna upp frá og munar miklu að veðrið sé skaplegt því það eru aðeins 5 dagar til jóla. Orkuvandamál Norðlendinga á að vera búið að leysa innan árs en þá mun Kröfluvirkjun hefja rafmagnsframleiðslu ef allar áætlanir standast og þá á byggðalínan svonefnda reyndar einnig að verða fullbúin. Starfsmenn Orkustofnunar við Kröflu áttu í nokkrum erfiðleikum í haust við að loka borholu sem skyndilega byrjaði að gjósa en holan var 2000 metra djúp og í henni mældist 310 stiga hiti sem það mesta sem mælst hefur í borholu hér á landi. Meðal nefndarmanna í sérstaklega Kröflunefnd eru 3 alþingismenn, Ingvar Gíslason, Ragnar Arnalds og Jón G. Solnes sem formaður og nú í haust ítrekkaði hann við Björn Tirtsson að orka og virkjun yrði klár á næsta ári. Ertu nokkuð smeykur, Jón, við það að vita af þessari orkuveitustöð á Eldfjalli sem var virt fyrir hálfri 3. öld? Ég verð nú hreinskillega að svara þessari spurningu á þann hátt að það er allt annað verið ofar í mínum huga heldur en óttinn við það hvað geti skeð þarna. Ég held að við séum allir þess meðvitandi að við búum í þjóðfélagi í landi sem er eitt allsherjar eldfjalla á virt svæði, svoleiðis að ég verð að gera þá játningu að það hefur ekkert hvarflað mér ótti í sambandi við þetta.
Að morgni 20. desember hófst eldgos í Leirhnjúk sem skammt vestan við Kröflu en þar hafði þá ekki gosið í 250 ár eða frá því að Mývatnseldar voru uppi. Þetta gos hafði boðað komu sína með snarpri jarðskjálftahrinu samfara stöðugum titringi. Krafturinn í gosinu var mestur fyrsta daginn en síðan fór á sljákka. Nokkurt hraun rann í fyrstu fjórðungur úr ferkílómetra af flatarmáli. Þegar þessi orð eru töluð á næst síðasta degi ársins hafði gosið við Leirhnjúk breyst í leirgos og gufugos og ekki var lengur talin ástæða til að óttast mannvirki við Kröflu þar sem nú að rísa mikil gufuaflsvirkjun. Þetta gos varð aðeins 3 kílómetra frá stöðvarhúsinu og nú líst mönnum ekki á blikuna ef samskonar eldgosarhrina með stórfelldu hraunrennsli að hefjast á þessu svæði og í Mývatnseldum sem stóði í 5 ár. Jörð hefur skolfið mikið á svæðinu frá Mývatnssveit og norður úr og fólk er orðið kveikt af því. Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur var meðal jarðfræðinga á svæðinu og á landsfræga skotthúfu hans féll glóandi sletta sem brendi á hana gat. Ég spurði Sigurð hvort hann væri ekki smeykur. Nei, sagði hann, ég hef svo gott nafnnúmer. Nafnnúmer, hvaða númer það, spurði ég. 7913, svaraði hann. En samanburðurinn við Mývatnseldana gera menn órólega og þessi stóri sprengigígur, Víti ekki síst. Hann myndaðist í sprengigosi í upphafi Mývatnseldana og hér hann á jaðri borhólusvæðisins aðeins rúman kílómetra frá stöðvarhúsinu. Og það það sem gerir menn órólega. Það veit enginn með nákvæmni hvar svona gígur geti myndast í sprengigosi nú. Það svo að skilja á vísindamönnum að margt geti gerst á þessu svæði, ekki bara eldgos, heldur líka jarðskjálftar og sprungumyndanir, allar götur frá Mývatni og norður í Öxarfjörð. En nú hafa Kröflumálin heldur betur orðið helsta bitbeinið í stjórnmálunum hér á landi. Vilmundur Gylfason, menntaskólakennari, hann hefur að undanförnum vakið þjóðarathygli fyrir snarpar ádeilugreinar og hann varpar hreinni sprengju inn í pólitíkina 2. janúar. Nöfn Vilmundar Gylfasonar og Jóns G. Sólnes eru nú á hvers manns vörum. Vilmundur gagnrýnir harðlega undirbúninginn, útboðin, hraðan, utanlandsferðir og bruðl. Ásakar Jón G. Sólnes að hafa skrökvað í haust að hann hafi ekki vitað aðvaranir vísindamanna Orkustofnunar að vart yrði tilbúið nægilegt gufumagn í lok ársins. Hann segir að allt bendi til þess að Kröflumálið sé fjármálahneyksli af áður óþekkti stærð. Og nú allt að verða vitlaust á þorskastríðinu, ásiglingar á miðunum og Suðurnesjamenn loka hliðum Keflavíkurflugvallar. Og hvað gerist nú næst fyrir norðan þar sem allt skelfur og hristist dag eftir dag? Kópasker. Eins og draugabær þegar komið á vettvang eftir höggið mikla í gær 13. janúar. Það var kalt í veðri og snjór á jörðu þegar skjálftinn reið yfir og umturnaði öllu í þorpinu. Það varð rafmagnslaust og vatnslaust og því varð að flytja þorpsbúa 130 manns til Húsavíkur og Raufarhafnar. Jarðskjálftinn átti upptök 12 kílómetra fyrir norðan þorpið og mældist 5,5 til 6 stig á Ríkterkvarða. Í flestum húsum í þorpinu allt á tjá og tundri eftir skjálftan. Austast í þorpinu 4 til 5 hús óíbúðarhæf. Þetta eignartjón nemur 20 milljóna króna. Það hroðalegt að sjá þetta. Þetta mesta jarðskjálftatjón sem orðið hefur hér á landi síðan 1934 á Dalvík. Og auk þess sem vatns- og rafmagnsleiðslur hafa farið í sundur hefur hafnargarðurinn skemmst mjög mikið og hlutarnir sem að klofnaði í þeyttust til eins og ísjakar í árstraumi. Og ofar hafa vegir víða gengið til og mynda stóra sprungur og misgengi í Keldukverfi. Hér að allt á tjá og tundri eftir þennan mikla skjálfta. Nú 3 vikur liðnar frá jarðskjálftanum mikla á Kópaskeri og það bókstaflega allt á öðrum endanum hér á landi. 4 vísindamenn hafa skrifað iðnaðarráðherra bréf og krafist þess að framkvæmdir verið stöðvaðar við Kröflu. Og hér á Alþingi fara nú fram einhverjar heitustu umræður sem getur, því að Vilmundur sækir nú fram á 2 vígstöðum samtímis í Kröflumálinu og líka í Geirfinnsmálinu.
Fyrir 4 dögum, 30. janúar, sprengdi Vilmundur rosalega bombu í Vísi með ásökunum á Ólaf Jóhannesson vegna klúbs- og Geirfinnsmálsins. Fólk hefur staðið á öndinni því að auk ungmennanna 3 sem yfirheyrð hafa verið vegna Geirfinnsmálsins hafa að ábendingu þeirra 3 menn verið fangelsaðir. Í utandagskrárumræðum hér á þingi hefur Sighvatur Björgvinsson sakað dómsmálaráðherra að hafa haft óeðlileg afskipti af klúbb- og Geirfinnsmálunum, en Ólafur Jóhannesson hefur borið af sér sakir og sagt hér og líka í útvarpsþættinum á beinni línu að það sé Vísis mafían sem standa bak við þetta og hnykkt á því að segja mafía er hún og mafía skal hún heita. Við Kröflu hjá sprengjugíknum Víti skelfur allt. Sprungur og hverir hafa myndast í gjástikki, stöðvarhúsið hefur sigið af norðanverðu en risið af sunnanverðu. Virkjunin átti að verða tilbúin í árslok en nú veit enginn hvernig ástandið verður þar þá. Jón Sólnes lætur engan bilbu á sig finna. Kröfluvirkjun á eftir að veita byrt og yl, segir hann. Stóra borholun er ónýtt og menn finna upp nöfn eins og sjálfskaparvíti. Fyrir 250 árum í Mývatnseldum rann þetta hraun hér niður að Mývatni og menn óttast mjög að það kunni að renna á ný hraun hér. Þá myndi það fara hér yfir kirkjuna og yfir Hótel Reynihlíð og út í vatnið og guð má vita hve langt. Land hefur risið og sigið 2 svar á víxl og borholurnar gefa aðeins brota þeirri orku sem það átt að gefa. Orkustofnun hefur lagt til að gerður verið varnargarður fyrir ofan virkjunina en heimamenn hafa ekki talið það ráðlegt og þess vegna hefur ekkert verið gert. Á gamlárskvöld má nærri geta hvort Flosi Ólafsson gerir ekki grín að Delluvirkjun og Dellu nefnd. Gott kvöld. Að þessu sinni er það Della sem í sjónmáli. Eins og máttarstólpar orkumála hafa margbent á, er mikið í húfi að farsællega takist að ljúka haustaáfangunum við Delluvirkjun. Áður en að vetrarhretinn hamlaði að ný met verið slegin við Dellu. En að því stefnir starfsfólki á sjálfu Dellusvæðinu, allir sem einn, bæði karlar og konur, piltar og stúlkur. Og formaður Dellunemndar setur nú varnargarð utan stöðvarhúsið í tilraun Dellunemndar, allir með dúskhúfu eins og formaðurinn var með í frægu sjónvarpsviðtali og nú er notað stórt líkan til þess að sjá hvernig hraunið rennur að varnargarðinum og hvernig þetta dugar nú allt saman. Mamma, það þurfti ekkert að bora. Komið september 1977. Eftir því sem land rís herra og herra með hverri nýrri skjálftahrinu við Kröflu virðast líkur á hamförum aukast. Í apríl í vor kom upp hraun úr 9 gíg norður á Leirhnjúki og aðri 9 gígar gusu. Allt verksmiðjusvæði við kísiliðuna Kross sprakk í jarðskjálftum, 2 þrær verksmiðjuna brustu og skrifstofubyggingin fór illa. Krafla, Dráttarbrautin í Keflavík og Síðumúlafangelsið hafa verið umtölustu staðir landsins. Fjórmenningarnir sem hneftir voru saklausir í varðhald vegna Geirfinnsmálsins voru látnir lausir í fyrravor og í janúar síðastliðnum lágu fyrir játningar 4 ungmenna. Ólafur Jóhannesson, dómsmálaráðherra, sagði að þungu fargi væri létt af þjóðinni. Jakinn stóð vaktina í verkvöllum í sumar. Námsfólk stendur í sífelldum mótmælum. Tískan er töff fyrir þá sem vilja vera í fötum. En þeir sem eru fatalausir hafa uppgötað heitan læk í Nauthólsvík þar sem Bee Gees breima úr útvarpstækjum bílana á bakkanum. Og hér er bara gufa eins og í Kröflu en þar er alltaf verið að vittlust og við þangað. Þegar komið norður er hafið gos norður á Leirhnjúki á kílómetris langri sprungu sem hraun rennur úr. Og nú eru miklar hræringar í Bjarnarflagi, fólk viðbúið að flýja af svæðinu, veginum yfir Námaskarð hefur verið lokað vegna sprungjónum, órófun er að færast neðanjarðar í suður. Það hefur sjaldan ríkt meiri spenna hér í Reynihlíð meðal fjölmargra vísindamanna og fjölmiðlamanna sem hér eru, heldur en núna. Menn eru áhyggjufullir, mælarnir sína að þetta er að hlaupa hingað suður eftir og spurningin er einungis, kemur það upp í Bjarnarflagi, mun jafnvel gjósa á sprungu hér langt suður úr. Menn bíða spenntir. Allt í einu best fréttin. Það er byrjað að gjósa í Bjarnarflagi. Nú er eins gott að hafa hröð handtök og fara beint á vettvang. Þetta er stórkostleg frétt.
Þarna eru mikil mannvirki í hættu og fullt af fólki. Björgunarsveitamenn eru beygis búin að loka þessu, en við skulum fara þangað. Og við erum á leiðinni inn í fáránlega atburðarás. Því það er dimmt og mugga og það sést ekki neitt. Upp í Bjarnarflagi hittum við björgunarsveitamann á vakt sem segir að sagt sé að rauður strókur hefur komið upp með borholurör. Hraun hlýtur helst að koma upp úr einhverju sprungunni og þá er helst að rekja sig eftir þeirri stærstu í norður. Og fyrir en varir erum við þarna að paufast eftir sprungu í fylgd björgunarsveitamanns með stórt vasaljós. Allt í einu líta mig hver á annan og spyrja, hvert erum við eiginlega að fara? Hvað erum við að gera? Að leita eldgosi með vasaljósi? Hvers konar fíflagangur er þetta? Ef það kemur skyndilega upp hér gos, þá ná við engri mynd, því að það mun þeyta okkur sjálfum logandi hátt í loft upp. Besti staðurinn til myndatökur auðvitað í nokkur 100 metra fjarlægð frá sprungunni ef það gýs úr henni. Og við flýjum skömmustulegið tilbaka og eigum við mestu erfiðleikum með að komast á jeppanum yfir sprungin megin. Eftir þessar hamfarir gera menn varnargarða við Bjarnarflag. Verksmiðjan er óstarfhæfum tíma eftir jarðskjálftana. Þeir hafa valdið miklu tjóni bæði á þróm og skrifstofuhúsi. Gufu, vatns og rafmagnsleiðslur hafa farið í sundur. Og svo mikill jarðhiti hefur komist hér í Bjarnarflag að í húsi léttsteipuna fyrir sunnan verksmiðjuna hafa menn, já, þetta er ótrúlegt, spælt egg með því að setja það á stall við vegginn. Þetta er allt sjóðandi heitt. En það sem lengst verður þó munað er það sára litlu munið að hér kæmi öflugt hraungos á syðri hluta umbrotasvæðisins. Hraunmylsnan sem kom upp úr þessu borholuröri kvöldið góða segir sína sögum það hvað mjóum munaði. Í ársbyrjun 1976 og þar á eftir hefðu fáir trúað því að þessi dagur ætti að renna upp. Þessi bygging yrði risin og aðeins 2 árum síðar yrði hér gangsett Kröfluvirkjun. Hér erum áfangahátíð að ræða þar sem við fögnum þeim áfanga að nú teljum við að svo sé komið málum og framkvæmdum að regluleg orkuvinnsla frá raforkuveri við Kröflu geti hafist. Og iðnaðarráðherra Gunnar Thoroddsen hleypir straumnum á. En það er aðeins annar rafallinn sem er gangsettur. Holurnar gefa ekki nema að brota þeirri orku sem til stóð því að umbrotin neðanjarðar hafa eyðilagt svæðið í bili. Miklar útfellingar eru allstaðar. En óróin í þjóðfélagsmálum er nú komin að hástig í miklum átökum milli ríkisstjórnarinnar og verkalýðshreyfingarinnar. Öll þau verkalýðsfélög sem lýst yfir útflutningsbanni hafa fullt vald á verkefni sínu og ekkert þeirra hefur kvikað frá fyrri ákvörðunum sínum. Já, aðgerðir, fjöldafundir, kjörorðið, samningarnir í gildi. Vilmundur hlaut mjög góða útkomu í prófkjöri Alþýðuflokksins í fyrra haust og nú berst hann með flokki sínum. Fram að þessu höfum við séð alla þessa atburði í svarthvítu, þótt einstaka þættir hafi getað sést í lit hjá þeim sem eiga litsjónvarp eins og ólympíuleikar. En menn hafa deilt það hvort að nú eigi að fara í litin eða hvort fyrst eigi að koma sjónvarpssendingum allt land. Ég tel að litsjónvarp hafi mikla yfirburði fram yfir svarthvíta sjónvarpið. Mér finnst að það séu önnur verkefni sem séu brýnni. Já, ég fekk mér sko svona sellofan, blátt og gult og grænt að neðan. Já. Og þetta fer ágætlega saman við augun. Við ættum kannski að heyra í fleirum hér í versluninni. Vilt þú að við förum í litin? Þú vilt ekkert þetta segja? Og þegar vorið kemur á Passa þýliður, nú stefnir í uppgjör milli Vilmundar og Jóns G. Sólnes í sérstökum kastljósþætti í lit. Gott kvöld. Kröfluvirkjun er á dagskrá í Kastljósi í kvöld, rétt einu sinni. Að þessu sinni er tilefni skýrsla iðnaðarráðherra til Alþingis sem dreift var á þingi á mánudag. Og ekki bara hún, þetta er mörg 100 blaðsíðna skýrslu hrúa, þar á meðal eins sem ber það skotnarnafn gufuafstöð við Kröflu vegur til vítis frum áætlun. Og hér verður hörð gagnrýni. Jónas Elíasson prófessor ætlar að leggjast á sveifina með Vilmundi.
Sérfræðingar hafa reiknað út fyrir mig að þessi kostnaður ekki 11,2 milljarðar, heldur hann í apríl 1978 í þessum mánuði 17 milljarðar króna. Það sem að vantar inn í þessa tölu í fyrsta lagi vaxtakostnaður, í öðru lagi engin framreikningur, það eru bara lagðar saman kostnaðartölur á hverju ári, og í þriðja lagi miðað við áramótin síðustu, síðan hefur til að mynda orðið 15% gengisfelling. Þessi þjóðar spekingur og síðferðis riddari Vilmundur Gylfason hefur sér nokkra minnstu ástæð til að gera reynatröð. Það stendur að í árslok 76, þessi skýrsla var afhent á árinu sent á árinu 77, þá kostnaður við Sigöldu virkjun orðið 14 milljarðar og fjármagnskostnaður ekki meðtalinn. Þetta alveg það sama sem við gerum hér. En samt sem áður þá álít ég að í þessum vélarkaupum þá gerir Kröflunefnd sína fyrstu, stærstu og alvarlegustu skissu. Það vegna þess að þegar á sama tíma og þessar vélar kosta $5 milljónir að þá fylgir á eftir kostnaður sem nemur $10 milljónum. Ef þetta var bara eitthvað eintal samrennar hjá professor Jónas Eliasson þá best að við förum því að þetta er ekki þessi tími. Þessi maður, hann reikningsmeistari með afbrigðum en hann líka einhver fjaskefnasta persóna sem ég veit um. Og spurningin það var þetta rétt eða rangt aðstæðið? Að mínu áliti var þetta rangt aðstæðið og það hefði átt að leggja miklu meiri áherslu á boranirnar og gufuöflunina áður heldur en að farið var eins langt eins og búið að gera. Og það ekki kjarni framkvæmda sögunar? Já. Það kjarni framkvæmda sögunar. Ég ætla bara að svara þessu út af þessu lega ábyrði hjá Vilmundi Gylfason á mig í nóvember 75. Hann kemst með sinni allræmdu þefvísi inn í eitthvað handrit sem verið að vélrita inn í Orkustofnun og getur borið þá borð hér fyrir alþjóð og þetta í handriti. Hann kemst, hann býst að segur, þessi mölfluga sem allstað getur smogið. Bara allt þetta mál með þeim hætti að það óbærilegt að halda sömu stjórnendum áfram. Það verður að fá í þetta menn sem eru óbunnir af sóðaskap og vitlausum ákvörðunum fortíðarinnar. Já, hart barist, ekki bara inn í upptökusalnum, heldur líka hér inn í förðunarherberginu þar sem Jakob Björnsson, orkumálastjóri, kominn aftur til þess að rifja upp þegar hvað eftir hann sauð upp úr hér. Nú 17 árum síðar kannski rétt að skyggnast aðeins á bak við tjöldin í þessum þætti. Hann fór fram hér og hann var óvenjulegur að því leyti til að það varð að margstoppa upptöku, stöðva upptöku og byrja aftur vegna þess að menn stóðu upp á víxl og þóttust alltaf að fara út. Vilmundur sagði alltaf, hér má engum hlífa, ég verð að fá að koma með mína gagnrýni í botn og þeir verða að fá að svara. Og ég sagði, já. Þá sagði Sólnes þegar hann heyrði þetta, nú já, það átti að vera svona. Þetta eiga að vera eitthvað réttarhöld, við erum ekki sakamenn, við erum bara farnir, Jakob. Og þá stóð hann upp og þá þurfti maður að fara til hans og segja, nei, sestu niður, þetta er allt í lagi. Við erum bara að upplýsa málin, við erum ekki neitt dómstóll, við erum bara sjónvarp og erum að upplýsa þessi mál. Og leiðum að maður búin að fá Jón Sólnes til að setjast niður, þá kom Vilmundur upp og sagði, já, það er nefnilega það, þá á að fara að lífa þeim, þá hef ég ekkert að gera þetta, þú getur bara viðrað upp við það og haldið áfram. Svona gekk þetta á víxl. Jakob, núna 17 árum síðar, þá var þetta í minningunni sem mikill hanaslagur, en samt voru ýmis orðaskipti sem bentu til þess að það var svona ákveðin húmor í þessum tveimur herramönnum. Já, ég held þú hefur rétt fyrir þér í því, þeir gátu vel talað saman og þeir deildu að vísu hart, já, og mjög hart. Ég minnist þess og þú kannski vannst líka til því að einu sinn sem oftar þegar við erum að hætta og allt fór upp í loft og menn stukkuð frá borðum og ætluðu alla fast til að fara niður aftur og þá sagði Sólnes við Vilmund, hvernig getur það verið að þessari ætt? Faðir þinn þessi mikli skemmtil maður og heimsborgari og svo þú. Hverju svaraði Vilmundur? Afi var svona. Vilmundur afi? Já. Og þá hlófum við allir? Já. Hvernig leit Vilmundur á Jón G. Sólnes og aðra sem hann réðst á eins og fólk leitaði? Sko í huga Vilmundar þá snerist þetta aldrei en það að menn eins og Jón G. Sólnes væri eitthvað verri en annað fólk og ég held líka þegar þeir kynntust honum sjálfum til dæmis niður í þingi þá hafið nú fljótt fundið að hann bara alls ekki illan hug til þeirra en
enda umgengust af miklu meiri vinsemd en kemur fram til dæmis eða menn gætu ætlað af til dæmis að sjónvarpsþáttum eins og þessum sem þú stjórnaðir þarna 78 og það var svo skrítið líka með Vilmund að hann var alltaf að vekja athygli manns og einhverju jákvæðu í fari þessara manna sem að gagnrýndi kannski hvað harðast og hann bar til dæmis þá bara virðingu fyrir kraftinum í Jóni Sólnes og hafði orð á því að á vissan hátt þá bær hann þá þætt honum hann heillandi persónuleiki. Í endurminningu sínu segir Jón G. Sólnes Vilmund Gylfason: það var það merkilega við það að við Vilmundur gátum vel talað saman á þinginu, þetta eina þing sem við sátum saman. Þá tölum við saman eins og gengur og gerist og það var ekkert illt á milli okkar. Ég skrifaði einhver tíma grein og sagði að hann myndi mig á strák sem væri með njálg og Dagblaðið ætlaði að senda mér 7.000 krónar greiðslu fyrir það. Ég sagðist ekki vilja sjá það. –1979. Það geisa grísæði á Íslandi. Þar hafís við landið á meðan land rís og hnígur á víslu Kröflu. Vilmundur Gylfason fór á þing eftir kosningar og Kröflu þátt. Átti drjúgan þátt í mesta stórsigri Alþýðuflokksins fyrir og síðar. En síðan tók við lýjandi barátta við stjórnarmyndanir sem átt honum vonbrigðum og hann sagði: þetta hefur verið eitthvað leiðinlegasta og suppulegasta sumar sem ég man eftir. Vilmundur fór haustið í hálfgerða andstöðu við ríkisstjórn eigin flokks en núna í mars 1979 beitir hann sér í áhugamáli sínu. Og það eitt helsta mál Alþýðuflokksins, verðtryggingin. En það ekki bara landrísi nú í meiri hæð en nokkur sinnum við Kröflu. Það allt upp í loft í ríkisstjórninni. Ráðherrar koma sjóðheitir af ríkisstjórnarfundum. En Vilmundur þykir samt í fundahöldum á bakvið tjöldin sjá fram á jafnmikil vatnaskil og urðu með viðreisninni 1960. Það kann vel að vera við sem að búa til viðreisn til vinstri. En þegar Ólafi Jóhannessyni forsætisráðherra þykir ganga of seint að fá fram fulla samstöðu, þá grípur hann til þess einstæða ráðs að bera fram frumvarp einn þessi mál. Ég mun að sjálfsögðu beygja mig algjörlega fyrir þingviljan og leið og Alþingi vottar mér vantraust og þessari ríkisstjórn sem nú situr, þá mun ég segja samstundis af mér. Fyrir ekki. Frumvarp Ólafs var samþykkt með breytingu til samkomulags sem gerðar voru fyrir atbeina Verkamannasambands Íslands. Tók hann áhættu með þessu? Já, þetta var einfallega mjög mikið ágreiningsmál og það tóku allir áhættu, ekki bara hann, heldur líka við hinnir sem vorum að glíma við hann. Það var alveg ljóst að ríkisstjórnin gat sprungið á þessu frumvarpi þó hún væri ekki búin að setja völdunum að hálft ár. Hefði þetta verið áfall fyrir okkur alla, þannig að hann tók áhættu, við tókum allir áhættu en við náðum samkomulagi málið. En ríkisstjórnin springur haustið og Vilmundur verður dómsmálaráðherra í skammlífri minnihlutastjórn Alþýðuflokksins. Jón G. Sólnes fer í sérframboð í Norðurlandi eystra en nær ekki kjöri og það fjör á framboðsfundum í desember. Þeir neituðu að setja lög á flugmenn þegar þeir áttu að fá hækkun sem nam heilum mánaðarlaunum verkamanns á Íslandi. Þá neituðu þeir. Hvað gerðu kratarnir þá? Þeir voru neittir til þess að gera þetta því miður. Það hefði ekki gerst ef ég hefði verið konur í Alþýðuflokki þá. Það alveg örugt mál. –1980, hvílíkt ár. Bubbi Mortens riðist fram á sviðið með gúan á rokki sínu. Og sérkennileg stelpa Björk Guðmundsdóttir rokkar á Melavellinum. Pönkarar. Óvæntasta stjórnarmyndur lýðveldistímans. Gunnar Thoroddsen. Íslensk kvikmyndabylting, 3 nýjar. Og uppákomur á listahátíð. Silfursjóður finnst við miðhús. Já, mér finnst þetta tímalust eins og Þór Magnússon sagði einhver merkilegasti fallega fundur sem hefur orðið hér á Íslandi. Sigurbjörn Einarsson biskup hættir, en hvaða eiginleikum þarf eftirmaður hans að vera búinn að hans dómi? Væri ekki langa einfaldast svara sömu eiginleikum og ég. Vigdís Finnbogadóttir kjörin forseti í júní og 10 dögum síðar gerist það. Gos í Kröflu og hinn gosin blikna í samanburðinum. 7 kílómetra hár strókur
Það kemur upp við Hrútafjöll og þessi mynd er tekin aðeins 10 mínútum eftir að það byrjar. Það skín á hraunstraumana sem vella frá 6 kílómetra langri sprungu og tignarlegt að sjá þegar jörðin rifnar eins og silfurlitaður hnífur risti hana upp. Eldsúðurnar stíga 60-70 metra upp í loftið og þetta er á miðjum ferðamannatímanum. Svo stórfenglegt sem svona sumagos er að degi til, þá er ekki síður tilkomumikið að nóttu til. Furðulegast er að sjá hvernig hraunið fossar í boðaföllum og í sprungurnar sem það gýs upp úr. Og þetta myndskeið festir Vilhjálmur Knudsen á filmu þegar Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur er á leið að eldballettinum. Hvað nú? Hekla mánuði síðar. Afbrýðisöm. Sprengingarnar eru svo miklar og hávarar að þær yfirgnæfa lélagnýf flugvélarinnar þegar gluggarnir eru opnaðir. Askan gerir víða usla. Rauður bjarmi yfir ljósunum í Kröflu, 18. október, Krafla svarar. Gos sem gefur sumagosinu þar ekkert eftir. Nú gís á 7,5 kílómetra langri sprungu á svipuðum slóðum og í sumar. Hraunið rennur að mestu í norður en líka í suðvestur, án þess þó að komast of langt í átt að byggð sem betur fer. Gosin verða alltaf stærri og stærri og menn eru farnir að titra nokkuð út af hættunni á að hraunstraumar rennir jafn langt og þeir gerðu í Mývatnseldunum fyrir 250 árum. Og þessi gos standa svona viku hvert þeirra. Já, þvílíkt gósenár fyrir jarðfræðinga, 3 gos á aðeins 3 mánuðum. Reynir á hvort vini áttu þá 100% verðbólga í ársbyrjun en ríkisstjórnin titraði mest út af frakkanum Gervarsóni sem átti að senda til frakklassa sem hann hefði kannski lent í fangelsi. Hann átti marga vini hérna sem mótmæltu, þeirra á meðal Guðrún Helgadóttir sem hótaði að fella ríkisstjórnina ef þetta er gert og frakkin var sendur til Danmerkur. En þegar menn horfa á hvernig land hefur risið og sigið við Kröflu frá 76 og verður alltaf herra og herra og sjá hvernig gosin hafa komið þarna, rauðusúlurnar, þá er ljóst að eitthvað er að fara að gerast þar, það rís enn. Og gat verið, í 3. sinn á hálfu ári gís við Kröflu í janúarlok við svonefndar Éthólaborgir, 9 kílómetrum fyrir norðan Kröfluvirkjun og þetta gos er mjög áþekkt síðasta gosi. Það er hvass norðvestanvindur sem stendur á hlið á stærstu eldána sem rennur hljóðlaust norður í Gjástykki frá gosinu og þess vegna er hægt að komast alveg fram á bakka árinnar eða eldfljótsins sem streymir fram með klettavegg. Þar getur maður staðið án þess að stikna og þetta er alveg einstök upplifun. Það er líka hægt að komast furðu nálægt gígunum sjálfum vindmegin án þess að hitinn verði óbærilegur. Þó verður að gæta sín á því að geislunin frá eldinum er mjög mikil ef hún lendir á svörtum fleti. Það er til marks þó geysilegu geislun sem er frá svona eldi að þó að ískaldur vindurinn héldi hitanum að mestu frá, ef maður sneri svona svörtum leðurjakka, sneri bakinu í eldin, þá kviknaði í bakinu á jakkanum og stóð strókurinn upp því miður, engin mynd til af því. Ástin er eins og sigur eldur, ástin við segulstá. Að mitt mesta verður á mikið bá. Syngur Pálmi Gunnarsson til sigurs í fyrstu söngvakeppni sjónvarpsins í mars og það er svo Krafla móðgist. Ástin mikið bál, hvað? Ég skal sýna ykkur hvað það er, bál. 8. nóvember og hún er komin í gang. Nú gís á 8 kílómetra langri sprungu.
Þetta alltaf að vera stærra og stærra, þótt gosin séu áþekk og á sömu slóðum norður undir Gjástykki. Afraksturinn 15 ferkílómetra hraun. Ég fer í fríið, ég fer í fríið, ég fer í fríið. Já, þetta var stemningin sumarið 81 þegar menn vígðu Borgarfjarðarbrúna og þá voru eins og að krafla sláist í för með ferðamönnum sem að fara núna yfir Borgarfjörðin beint og tekur sér haustið nokkura ára frí svo að menn geta farið að setjast niður og pæla í því eftir á. Hvernig byrjaði þetta allt? Það var skjálftahrina í Mývatnssveit strax sumarið 75 en það hefði líka verið þýskur vísindamannaflokkur sem hefði verið með mælingar sem ekki vitnuðust fyrir ná seint. Mælingar sem voru gerðar 1971 og aftur 1975 sýndu að það hafði tútnað út landið þannig kringum Kröflu en aftur á móti fyrir 71, milli 67 og 71 þá hafði ekki gerst. Þetta vísu var ekki gert heyrum kunnugt fyrir en eftir að umbrotin hófust. Þessi hraunmóli prýðir skrifborð Einars Hjörva Elíassonar. Hann kom upp úr borholu í Bjarnarflagi 1977. Það munaði mjóu og voruð ekki heppnir? Já, heppnir og óheppnir. Náttúrulega við vorum óheppnir að þessi umbrot skyldi hefjast. Ég hef þá trú að ef þau ekki hefðu hafist og þá hefðu okkur tekist að koma Kröflu upp í fullt af. 1984, allir syngjandi, Ringo, Egill og Nóbelsskáldið. Áfram meður sveinum geysar sínum, Jöfurlands og jómfrúrnar, Jöfurlands og jómfrúrnar, Jöfurlands og jómfrúrnar. Já, það sungið að vakna í vinsælasta lagin 84 og náttúruefnin taka það bókstaflega. Já, það hefði ekki verið Kröflusvæðinu líkt að fara í gosfrí fyrir 3 árum. Næstum því að óvænt og þegar fyrsta gosið hófst skyndilega gos seint að kvöldi 4. september. Það tókst að komast að leirhjúk á einni flugvél og sjáið þið hvernig þetta fæðist. Myndavélinni var beint að upphafstaðnum nokkrum augnablikum eftir að fyrsti eldurinn kom í ljós og þá náðist þessi einstæða mynd sem sýnir hvernig eldurinn rennur sundur jörðinni eins og með rennilás. Þetta sést vel þegar sýnt svona hægt. Og sjáið það svo á réttum hraða. Eldurinn sker upp 20 metra á sekundu. Eldveggur myndast síðan þegar eldarnir stækka og tengjast loks saman í alls 9 kílómetra langri sprungu sem hraunið vellur úr. Norður í Gjástykki umturnaðist jörðin á stóru svæði, nýjar gjár opnuðust allt og hraunið fossaði ofan í þær. Hraunið rann neðan jarðar í sprungukerfinu og kom jafnvel upp úr sprungunum á ný. Meginstraumurinn fjall þó í breiðri hraun á til norðurs. Allt mátti sjá hvernig jörðin gliðnaði og hreinlega rifnaði en dunur og dynkir bárust upp úr iðrum jarðar þar sem glóandi hraunið þrýstist sprungukerfið. Þar sem áður var greiðfær slóð skáru nú hyldjúpar gjár landið í sundur og eldurinn kveikti í girðingum og gróðri þegar hraunið vall fram. Gosið stóð í hálfan mánuð og hraunið var hið stærsta frá upphafi Kröfluelda 24 ferkílómetrar. Saga Kröfluelda var svo samtvinnuð þjóðmálabaráttunni að við höfum með því að horfa á eldana í raun horft á þjóðarsögum. Sem nöfn á hversmannsvörum fylgdustu að Krafla, Vilmundur Gylfason og Jón G. Sólnes. Vilmundur lést 1983, Jón G. Sólnes lést 1986. Og núna þegar síðasta gosinu lokið sést að þetta drjúgt hraunflæmi sem hefur runnið í Kröflueldum. En hvernig staðan nú við Kröflu 11 árum síðar? Landið hefur síðan þarna hérna upp 5 cm á ári á leikningssvæðinu síðan 1989 og að fyrir virðist þá það enn að síga með þessum hraða. Það bendir þess að það sé ekki að ræða undirbúning undir neitt annað gos í nærri framtíð.
En sjá menn núna, svona löngu seinna í nýju ljósi, hvort það voru gerði ykkur mistök og þá hver? Sko þegar að farið var á stað, þá sögðu jarðfræðingar við okkur, það eru 250 ár síðan hér gaus seinast, en þar á undan gaus hér seinast fyrir landnámstíð og við gerum ráð fyrir því að við fáum nokkur 100 ára frið til að reka hér rafaflsstöð. En þetta reyndist rangt og það voru þetta hinn stóru mistök að reisa orkuver á Eldfjalli. Ragnar telur líka að Kröflunefnd hefði bara átt að undirbúa virkjunina en síðan hefði einhver stofnun í orkugeiranum tekið við. Jakob Björnsson bendir á að það hefði verið óhægt vik vegna laxárdeilnanna. Enginn hefði getað tekið við og þess vegna var það iðnaðarráðuneyti sem varð fyrir valinu. Já, í ljósi alls þess sem hér gekk á sínum tíma, þá það svolítið kostulegt að Krafla skuli vera einhver hagkvæmasti virkjunarkostur sem völ á hér á landi. Ástæðan sú að enn býður ónotaðar í stöðvarhúsinu annar tveggja hverfla sem hingað var keyptur fyrir 18 árum. Þetta langsamlega ódýrasti kosturinn sem við eigum. Þetta náttúrulega ekki nema 30 megavatta kostur en hann mjög ódýr. Ódýrari bjarnarlega. Allt kyrrt, allt búið. Samt ekki útilokað að geti gosið orðið eins og ást af litlum nista sem verður bál. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still.